Íslenska ríkið verður af 100 milljóna króna í skatttekjur þar sem íslenskir fjárfestar flytja fé sitt úr landi. Hátt í 500 milljarðar í eigu íslenskra fyrirtækja eru geymdir í Luxemborg, Hollandi og öðrum skattaparadísum. Þetta kemur fram í grein Indriða H. Þorlákssonar hagfræðings og fyrrverandi ríkisskattstjóra sem hann birtir á vefsíðu sinni. Magnús Geir Eyjólfsson segir frá. Athugun Indriða á eignarhaldi skráðra íslenskra félaga leiðir í ljós að nærri þriðjungur af erlendu eignarhaldi í raun á hendi Íslendinga. Þetta þýðir að íslenska ríkið verður af umtalsverðum skatttekjum af starfsemi þessara fyrirtækja þar sem verulegur hluti af hagnaði þeirra rennur úr landi. Þetta eru meðal annars stærstu fjármálafyrirtæki landsins en stærstu hluthafarnir í Kaupþingi, Glitni, Landsbankanum, Straumi og Exista eru skráð í Luxemborg eða Hollandi. Indriði segir að það hljóti að teljast óviðunandi frá jafnræði sjónarmiði og skaðlegt öllu skattasiðferði að þeir sem hafi til þess vilja og aðstöðu geti sniðgengið íslenska hagsmuni svo freklega sem því sýnist. Indriði gerir jafnframt lítið úr hótunum þeirra fyrirtækja sem hóta hafa að flytja starfsemi sín úr landi ef ekki verið farið að vilja þeirra. Vissulega væri skaðað því að velstæð og vel rekin fyrirtæki hætti störfum hér á landi en það verður langt frá því að vera héraðsbrestur. Þessar fréttir eru sjálfu sér ekki nýjar af nálinni því í skýrslu nefndar sem fjármálaráðherra skipaði árið 2002 eru þessar áhyggjur viðraðar. Nefndin lagði til að gerðar yrðu ýmsar breytingar á lögum sem meðal annars áttu að beinast að því að koma í veg fyrir að skattalög verið sniðgengin með því að íslenski skattaaðilar nýti sér skattaparadísir og ýmiss konar lágskattasvæði til að koma undan tekjum sem eiga að sæta skattlagningu hér á landi. Það virðist því vera að íslensk stjórnvöld hafi ekki náð að koma í veg fyrir slíkar tilfæringar.